Þessi útsending í boði Eimskip. Komið sæl, við setjum Eimskip gámastökkið á AKV Extreme í fókus í þættinum í dag, en það fór fram síðastliðinn sunnudag. Þetta í fyrsta skipti sem gámastökkið hefur verið haldið að degi til, en það átti upphaflega að fara fram á laugardagskvöldið en var frestað vegna veðurs. Veðrið á sunnudeginum var svo með besta móti, sólublíða og fjöldinn allur af fólki sem lagði leið sína í gilið til þess að fylgjast með þessum nafnuðu íþróttamönnum leika listir sínar. N4 var að sjálfsögðu á staðnum og í þættinum í dag ætlum við að sýna ykkur brot af því besta frá þessum degi. Við skulum byrja á vélsleðunum. Frískisportið hefur farið vaxandi á Íslandi undanfarin misseri og það voru nokkrir ofurhugar sem prófuðu pallinn í gilinu helgina. Showing off the parts of your mind, yeah. Or could it be me? I know it's not real. Bleeding for the charity, I got to believe, yeah. You know the way it's got to be. Take me to the edge of the line, you're not for real. You know the way it's got to be. Take me to the edge of the line, you're not for real, yeah.
sprettin eru alltaf aðalatriðið á gámastökkinu hérna á Akureyri og það var algjörlega magnað að fylgjast með þessum snillingum etja kappi hvorn við annan. Í ár var líka í fyrsta skipti kona að keppa en það var Ylva Rúnarsdóttir brettakona sem komst í úrslit og gaf strákunum ekkert eftir. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no! I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times 2. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Goat mouth mammy fucker. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from here when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, whoa, whoa. Þið hafa ekkert farið í panik þegar veðrið var svona? Nei, ég meina við erum á Íslandi og það þarf alltaf að gera plan B þegar þú ert að halda ykkur á útiviðburði, þannig að þetta var alveg. Við sáum þetta í kortunum og við vorum alveg búin að starta plan B og þannig að við bara svona díluðum við það í gær en við ákvaðum eins og segja að svona reyna að þrauka eins langt og við gátum og sjá hvort það myndi lægja með kvöldinu. Ákvörðunin var tekin hann rétt fyrir 8 og við sjáum ekkert eftir því núna, það var bara aðstæður voru hættulegar í gær og við erum ekki að, þó þetta heiti AK Extreme, að þá erum við ekki að taka það mikla sensa að þá var þess virði að fara af stað í gær, þannig að við eins og ég segi, bara sól og blíða og við sjáum ekki eftir þessar ákvörðun. En þið byrjuð á 5. Geturðu sagt mér aðeins frá því, hvað búið að vera að gerast hérna þessa daga? Já, sem sagt við byrjuðum upp í Hlíðarfjalli með grillveislu á 5. kvöldinu og þar kepptu menn í brunkeppni. Fórum upp á topp í strítu og þar var bara bruna niður með drykk í glasi, börndrykk í glasi og það var bæði mældu tími og máttur ekki hella niður úr glasinu sko. Þannig að við byrjuðum með svaka veislu þar og síðan vorum við með opnunarpartí í Sjallanum það sama kvöld og við erum búin að vera með mjög öfluga tónleikadaskar á svona meðfram keppnunum. Síðan vorum við niður í Skátagilinu í Göngugötu á föstudagskvöldinu og þar var svo kallað Burn Chip Session og það var bara, gekk allt eins og í sögu og það var í raun og veru bara svona í gær sem að svona planið þurfti svona aðeins að breytast en já, ég veit ekki eiginlega hvað ég á að segja annað en þetta hafi bara gengið við bara vonum framar sko. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me on my blood. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me, nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot,
like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want me. Bitch better have my. Bitch better have my. Bitch better have my money. Sign up to Rihanna while the whole club fucking wasted. Every time I drop, I am the only thing y'all playing. In a drop top, do 100, y'all in my rearview mirror racing. Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me, nigga, you just bought a shot. Kamikaze if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want me. Bitch better have my. Bitch better have my. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want me. Bitch better have my. Bitch better have my. Bitch better have my money. Said you wouldn't be home late tonight. I gave up waiting at 17 past midnight. Now all the companies are passing by. Leave me no choice but to plot my revenge. Hefurðu prófað svona pall áður, svipaðan í þessari hæð? Pallin já, en ekki svona lendingu og ekki svona droppin. Það eiginlega droppin sem flestir eru hræddir við. Ef þú útskýrir aðeins fyrir mér, hvað dropp? Það það sem leiðin að pallinum. Það það sem mesta vandamáli kannski. Og þar ég að missa þess ferðina, þannig ég að koma frekar stutt. En ég meina, þetta vonandi kemst maður áfram. Ég búinn að standa eitt trikk, ég ekkert viss að það dugi. En við sjáum bara, ef maður kemst áfram, bara gaman að hoppa meira. Þetta ógeðslega gaman. En þú ert búinn að vera erlendis í námi tengdu brettunum. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Þetta sérst bara menntaskóli með svona eins og afreksbraut. Til dæmis afreksbraut í fótbolta eða eitthvað sem hérna heima sem fólk þekkir. Nema þá það í snjóbretti í staðinn. Og þetta var alveg rosa gaman. Ég búinn þar núna en alveg bara besta sem ég hef gert. Alveg definitely. Og hversu mikil hluti á náminu fer fram bara upp í fjalli? Herðu, á veturna erum við 3 daga í viku eftir háti upp í fjalli. Þannig að svoleiðis fór það fram. Og svo bara venjulegt stúdentsnám á bakvið þarna líka. En framtíðin, stefnirðu á atvinnumennskuna? Ég stefni bara að leika mér eins mikið og ég get og vonandi ferðast. Ég hef meira gaman að ég bara vera að leika mér núna. Það var einhvern tímann draumurinn en ég held að draumurinn sé bara að hafa það gaman núna. Bara njóta þess að vera á bretti? Já, nákvæmlega. En ertu búinn að taka þátt í jamminu hérna yfir helgina? Ertu búinn að vera hérna alla helgina? Herðu, nei, ég kom bara í gær, miðjandag, fyrir æfinguna hérna því þetta átti að vera í gær. Þetta var svolítið skyndiákvörðun að koma. Ég var í 50. afmæli hjá mömmu minni á föstudaginn. Þannig að þetta var svona svolítið, já, skyndiákvörðun. En þetta ógeðslega gaman.
En ef þú berð saman brettaíþróttina hérna á Íslandi við, já, til dæmis út í Svíþjóð, hvar finnst þér við standa? Ég bara alltaf uppleið. Þú veist, það eru svona prósentan, þá eru miklu fleiri hérna á bretti heldur en úti. Það eru skíðamenn ekki stærri. Þannig að þetta er allt rosa jákvætt og alltaf uppleið. En hvað með stelpunar? Er nóg mikið að stelpum í þessu? Það er nefnilega alltaf að vakna og það er fullt af flottur stelpur sem eru að koma inn, bæði yngri kynslóður og á mínum aldri og þú veist, þetta er bara æði. Það er bara allt að gerast. Þannig að núna, þú ert fyrsta stelpan til að keppa, þannig að á næsta ári verða vonandi 2 eða 3 ár. Ég vona það. Takk fyrir. Í lokin var svo að sjálfsögðu verðlaunaafhending þar sem sigurvegarar í öllum flokkum fengu veglegan bikar með sér heim. Þetta sló botninn í frábæran dag í gílinu. Sleðakóngur AK Extreme 2015 Gamasta Gameskip byrðarinnar. Kóngurinn Bjarki! Bjarki sleðakóngur AK Extreme 2015. Hákon var í 3. sæti, Jonni í 2. og Bjarki vinnur. Ef að gefa þeim gott klapp. Þeir fóru hátt, þeir fóru stórt, þeir fóru strákar, gefum sleðakörunum gott klapp. Eiríkur Akureyri! Hann fær bikar, Eimskipsbikarinn, GoPro Hero Black Edition frá GoPro Iceland, rafting fyrir 2 með Arctic Adventures og gæjastig. Þá það skíðakappanir. Í skíðunum. Við ætlum að taka frá 3. Í 3. sæti var Kitty. Í 2. sæti var Kitty. 1. sæti, Jonni! Ekki að skíðakappanir gott klapp! Reykur! Skíðakóngur AK Extreme Gamasta Gameskip 2015, Jonni! Jonni fær að sjálfsögðu bikar. Ef að gefa skíðakappanum eitt gott klapp. Hann fær hérna... Eiríkur Akureyri, stappið klappið! Þá komið að síðustu úrslitum. Gammastokkeppni Eimskip AK Extreme 2015. Snjóbrettakeppnin, Reinari með það. Hver á að vinna? Í 3. sæti, yfir í 3. sæti. Tilbúinn. Drumroll please. Gulli, 3. sæti. Í 2. sæti. Beggi. Hann fór hátt og stórt í alla dag. En í 1. sæti. Í 1. sæti. Eiríkur Helgason, Eiki! Hann 3-faldur meistari
Hann vann allt sem hægt var að vinna á þessu móti í ár. Tók kínverska dánilið á 15. kvöldið Chip Sessionið á 1. kvöldið og tekur hér með Gáma Stökks titilinn á snjóbretti Aqua Extreme 2015. Þetta er búin að fallegu dagur. Þökkum ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur og taka þátt í gleðinni. Mótið í ár gekk í heild sinni alveg stórvel þrátt fyrir að veðrið hafi aðeins verið að stríða skipuleggjendum og við hlakkum til að fylgjast með keppninni á næsta ári hér á N4.